Komið sæl aftur. Sigurður Ingimundarson sigurvegari. Að baki liggja 39 titlar í körfubolta karla og kvenna með Keflavík. Félagið hefur mikla þýðingu fyrir þennan beinskeytta þjálfara sem nú hefur verið í langþráðu fríi frá körfuboltanum. Það kom þó til vegna veikinda sem Sigurður segir ekki hrjá hann lengur. Hann gerir ekki ráð fyrir því að ferlinum sé lokið og stefnir á að snúa ferskur á hliðarlínuna innan skamms enda segist hann eiga ýmsu ólokið. Eyþór Sæmundsson hitti sigur þegar úrslitakeppnin í körfuknattleik stóð sem hæst nú í vor. Já, þessi ekki að við förum kannski bara að upphafinu. Af hverju körfubolti? Hvað svona heillaði þið þá íþrótt? Já, góð spurning. Ég byrjaði tiltölulega seint. Byrjaði ekki þegar ég var 15-16 ára að æfa. Hafði bara verið í fótbolta fram með því og svona fiktaði hérna á þessu en þetta einhvern veginn lá fyrir mér. Mér fannst þetta skemmtilegra en annað. Það var bara eiginlega allt svona bara strax. Bara skemmtilegt að æfa þetta, æfingar skemmtilegar og náttúrulega kannski heppi líka að lenda í góðu liði og skemmtilegum félögum og það náttúrulega hefur helling að segja. Og við urðum þarna fljótlega bara með mjög gott lið og gekk vel hjá okkur. Svo náttúrulega, það alltaf þessi spurning. Njarðvík var náttúrulega með flott lið og hafði verið stórveldi í körfubolta þarna. Bróðin þar. Hvernig kemur þetta til? Svona Valur í Njarðvík og þú fer í Keflavík? Já, þegar við fluttum fyrst á Suðurnesjum þá fluttum við í Njarðvíkurnar áður en fluttum til Keflavíkur. Og hann svona einhvern veginn festist þar. En að því ég var ekkert í körfu strax, þannig ég var bara í fótbolta, það var ekki fyrir seinna með, þá var náttúrulega búin að vera lengi í Keflavík. Þá lá það beinna við hjá mér að spila með Keflavík. Já, einmitt þegar þú byrjar þá Keflavík og Valur kannski orðinn svona farsæll leikmaður, var ekki svolítið skrítið svona þegar þér byrjaði að ganga vel? Var það eitthvað svona rígur, eitthvað tension á milli ykkar bræðra? Nei, ekkert sérstaklega milli okkar, en rígurinn á milli Keflavíkur og Njarðvíkur var mikill þá og meira en í dag og var skemmtilegt og við höfum bara gaman að því. Já. Það var ekkert að draga úr því heima heldur. Nei, hvernig var það? Svona þegar Njarðvík og Keflavík átt að mætast og þá voru þetta alvöru leikir eins og þú segir. Það var bara lélegur leikur eða voru ekki einhverjir pústrar? Já, oftast. Það var svolítið stuðu. Kannski gert meir úr því sem menn kannski meira einbýrslega körfubolti í dag. Það var svona smá pústrar og smá fjöruleiti og þetta var ekkert endilega. Við vorum kannski að tala mikið saman dag og undan eftir svona leiki. Kastaðist einhvern tímann í kekki ykkar á milli út af einhverjum úrslitum eða einhverjum leikjum eða inn á vellinum? Nei, ekki bara inn á vellinum. Já. Já, en ekki fyrir utan vellinu. Ef þetta að lýsa sjálfur þér sem leikmanni, hvernig körfuboltamaður varstu? Hann var svolítið langt síðan ég spilaði. Ég var ég reyndi allavega að vera liðsmaður, gera allt til að liðið mitt vinni leikinn og var á tímabili að spila svolítið að skjóta fyrir utan og svo fór maður inn í teig og var svona aðeins að þjösnast. Ég var komið svolítið í það svona í restina, fannst það gaman, aðeins að taka á mönnum. Ég hafði mjög gaman að því. Þú harður í horn að taka? Gat verið það. Svo eins og allir, maður átti upp og niður leiki og stundum maður bara lítill í sér og allar útgáfur þessu. Hvernig það, Sigur Sæll sem leikmaður og þjálfari, varstu tapsár, mikið keppnisskap? Já, ég hef alltaf verið það, í öllu. Finnst leiðilegt að tapa, eins og svo mörgum öðrum, en mér finnst það mjög leiðilegt. Og reyna að gera allt til að tapa ekki. Og varstu leiðtogi inn á velli? Ég tók að mér. Fannst ég einhvern veginn bara þurfa þessi, ég held maður sé bara þannig karakter að þá gerir maður það bara. Og lá þjálfun einhvern veginn beinast við? Varstu búin einhvern tímann huga að því þegar þú varst bara leikmaður? Það myndi fara að þjálfa? Já, ég vissi fljótlega hvernig ég vildi sjá körfubolta spilaðan og mér fannst ég alltaf þurfa að skipta mér af þessu öllu og endan fannst mér bara eðlilegt að ég færi að þjálfa og hlutirnir eru gerðir eins og ég vildi að vera gerðir. Hvernig þín svona körfubolta heimspeki? Geturðu lýst henni? Það er dálítið erfitt að sitja í örfá orð en ég var alveg hrifinn af að körfubolti sem spilaður af liði. Allir að leggja sig eftir mörkum og þetta er svolítið skemmtilegt. Menn eru að gera þetta af svona hugsan körfubolta, ekki að keppa hver er bestur persónulega að ná einhverju tölfræðimjötum heldur gera allt til að sitt lið vinni, mér finnst það voða gaman. Og leikun einfaldur og grunnatriðin vel gerð, þá er ég sáttur.
Hvernig fannst þér svona að þú varst að taka þín fyrstu skref, þú byrjaði ekki í kvennaboltanum sem þjálfari, byrjaði tiltölulega fljótlega að vinna inn titla? Mér fannst það bara alltaf einhvern veginn voðalega eðlilegt að ég ætti að vera að þjálfa og það ætti að ganga vel og ég hugsaði svo mikið meira það. Mér fannst bara svoleiðis ætti að vera. Já. Og væri rökræð framhald, ég myndi svo taka við karlaliðinu og fara svo aðeins lengra með þetta. Já. Og alltaf titlar reglulega, þið fannst það bara eðlilegur hlutur og annað væri eiginlega bara... Já, annað væri bara rugl. Nú hefur alveg verið með mjög góð lið í höndunum, frábæra leikmenn. Og sumir segja svona að einhverju titlar hafi komið út af frábæra leikmönnum en það er alltaf verk þjálfarans einhvern veginn að halda þessu leikmönnum á tánum. Hefurðu heyrt þetta einhvern tímann, einhverju svona gagnrýni að þú hefur nú alltaf verið með rosalega góð lið í höndunum? Já. Það er náttúrulega tímabilið unnu mjög mikið allstór og menn voru náttúrulega pirraðir. Þetta er dálítið eins og KR að gera núna. Þeir vinna bara þeim þessu góða leikmenn, já, eðlilega, þannig vinnur þau. En það þarf meira og það er meira á bakvið. Ég held að þeir sem þekki nú til vita það alveg. Á tímabilið þá var liðið undir þinni stjórn svona hraðalestin eða hvað, hún var náttúrulega svolítið lengi kannski. Þú varst örugglega leikmaður í hraðalestinu líka, þetta var talað um svona, það voru hvað séu sælastin. Þá voru þið hataðasta liðið landsins kannski, eins og þú segir, en þú væntanlega bara fílað það? Já, við vorum ekkert að draga úr því sérstaklega, okkur fannst þetta alveg gaman, sérstaklega með það gekk vel og þetta, við nýttum okkur þetta líka svolítið svona til að peppa okkur upp sjálfa og okkur fannst þetta bara skemmtilegt. Krydda þetta eins. Já, ég hef heyrt einmitt, ég segjum bara ónefndur leikmaður sem ég ræddi við, að þú sért mjög bara hrokafullur í rauninni þegar það kemur að körfubolta. Þú bara vitir að því að liðið þitt sé best og þú ert bestur og það kannski smitast út í leikmann, ertu sammála því? Já, ég ekki náttúrulega ekki þessi hrokafullur en jú, það má vel vera. Ég vill að allir í mínu liðum og ég og allir bara í kringum mig þegar við erum að keppa þá erum við bestir í öllu. Bestir í heiminum og eigum að vinna alltaf. Þannig hugsun vilja að menn síðan með þeir eru keppnisíþróttum. Annars ættir að vera ykkur öðru. Það er einhver ákveðin svona töffara skapur og þessu einkenndi Keflavíkur liðið ansi lengi og mörg ár. Það var bara, já, þessi hraðlesta bolti eða hvað það var svona kannski miklu leyti komið þér frá. Já, örugglega, þú veist bara við saman hérna, stór hópur af fólki sem að sumir leikmenn, þjálfarar og fullt af stjórnarmenn og alls konar höfum búið til og gerðum það hérna frábær félag. Já. En einmitt að búið til eitthvað svona töffara skapi. Er þetta eitthvað meðvitað, er þetta bara þinn karakter einhvern veginn? Þetta er bara maður getur ekki verið lengi í svona bransa og verið að þykjast eitthvað eða leika einhvern annan eða reyna að stela frá okkurum. Ef maður er ekki maður sjálfur þá endist maður ekkert í þessu. Hvernig finnst þér svona allir þessi titlar og þetta? Hefurðu tölu á þessu, ertu eitthvað að spá í þessu, hefur þetta eitthvað sérstaklega þýðingu fyrir að hafa unnið svona marga titla? Nei, ég verð að viðurkenna, ég spái afar lítið í þessu og að sjálfsögðu er ég ánægður með þetta og bara þakklátur fyrir að hafa tekið þátt í starfi í liðum sem að hafa verið góð. En einhvern veginn ef ég er að þjálfa þá vil ég bara vinna aftur. Það skiptir engu hvort ég að vinna áður eða ekki. Mér finnst það gaman. Kannski klísja einmitt að spyrja því hvort það sitji þá frekar eitthvað í þér svona titlana sem þú náðir ekki að landa? Já, þetta er góð spurning. Þeir eru nokkri sem mér finnst leiðilegt að það ekki náð. Hugsa kannski frekar á þá heldur en rugla saman einhverjum hinum titlunum en sitja kannski í þér einhverjir sem að töpuðust? Dálítið nokkri aðeins. Já, það segir kannski keppnisskapið svona. Já, það hefði viljað hafa fleiri. Já. Það er aldrei sáttur. Já, en eru einhverjir titlar sem eru eftirminnilegri en aðrir? Nei. Bara alltaf svo nýjasti er bestur og maður er alltaf... En við höfum alveg unnið Íslandsmót í karlaliðinu sérlega og líka með kvennalega sem við höfum ekkert verið með besta liði fyrirfram, langt frá því að náða. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. En þetta er alltaf ógeðslega gaman á meðan því stendur. En sem leikmaður, fyrsti titillinn, var hann eftirminnilegri en hinir kannski? Fyrsti titillinn var, já, hann var alltaf eftirminnilegastur. Hann náttúrulega kannski byrjaði þetta aðeins hjá okkur. Við vorum búin að reyna þessi lengi og vorum orðnir komið með leiðileg silfurnöfn með leiðenda viðhengjum á okkur sem við kölluðum silfur alls konar. Við unnum aldrei. Þangað til okkur tókst þetta. Ekki það svo sem ekkert mörg ár en
þegar við náðum að vinna fyrst þá komu ansi margir í kjölfari. Nú ertu í smá fríi frá þjálfun. Hvernig svona, ef við mætti spyrja þess út í það, hvernig heilsan? Já, ég er góð. Ég fekk smá svona heilsuvandamál í bara haust og ákvað að vera ekkert að þjálfa í vetur. Þó ég var svona aðeins í kringum þetta til að byrja með en ekkert að viti og ákvað bara að stoppa í alla vetur og horfa á þetta öðruvísi. Langt síðan gert það að vera ekkert að þjálfa, bara ekki neitt. Og horfa bara á, ég horfa leiki bara í sjónvarpinu eða fer á heimaleiki og það er ágætt, maður er búinn að lengi þannig að það er ágætt að kúpla þessu út og maður sér þetta aðeins öðruvísi og ég það er ýmislegt sem ég er búinn að koma að staði í vetur sem ég get kannski nýtt mér seinna eða ekki, þannig að ég hef bara haft gaman að prófa þetta svona. Hefur fólk komið að tala við þig og spurt hvort þú væri hreinlega hættur? Já, fjölmargir og ég er svo sem ekkert verið að spája það, ég ákvað bara að vera ekki í vetur og ég hef ekkert hugsað lengar út í það, ekki í bili. En ég er alveg í topplagi þannig að mér finnst ólíklegt að ég sé hættur. Já, löngunin og ástríðan er ennþá til staðar. Já, ég hef eftir að gera ýmislegt í þessu ennþá sem ég er ekki búinn að klára. Eins og hvað? Það kemur í ljós. Þegar þjálfaraferlinum lýkur á endanum, hvað myndirðu vilja svona hafa afrekað? Þú ert náttúrulega búin að afreka ótal margt. Hvað svona myndi standa eftir? Já, þetta er góð spurning. Ef maður hefur lagt sig fram í það sem maður er að gera og sko metnaður en þú felur hann ekkert eða þú ert að leggja það fram og ert að reyna að bæta þig bæði sem þjálfari og sem persóna og fleira, þá er ekkert þetta að fela það neitt og ef það verður að seinna meir þegar ég er hættur að þjálfa einhvern tímann að ég hef þó allavega lagt mig fram eins og ég hef gert og reynt að bæta mig og allir kringum mig, þá verð ég sáttur. Það er ótal margt sem að verður til á svona ferli sambönd, gríðarlega marga leikmenn og alla sem koma að körfuboltanum. Hvað þýðingu hefur bara félagið, Keflavík, fyrir þig? Bara hellingi, náttúrulega búinn að alast upp í þessu félagi og búinn að vera í ansi mörg ár og svona bæði þurfa hættir að spila og fleira og kannski sem að ungi leikmenni dag mættu skoða og speglur í að svona það sem situr eftir er dálítið tengslin sem hún færð út úr íþróttinni. Fólk og svona kynni af fólki í gegnum tíðina. Það er það sem að kannski er dýrmætast í þessu. Nákvæmlega aðeins að spyrja Njarðvík. Það ekki margir sem að bjuggust við því að þú myndir söðla og þjálfa Njarðvík einn daginn en það gerðist. Svona, hvernig kom það nú til? Já, það gerðist. Það hafði ég verið að þjálfa í Svíþjóð og leist nú ekkert sérstaklega vel á Blikuna þar og kom heim og Njarðvík hafði samband mig og ég sló til. Þetta var nú ekki flóknara. Þú litir nú eitthvað þú þurft að hugsa þig? Já, eðlilega, en þegar maður er þjálfari í svona starfi þá ef maður vill þjálfa þá getur maður ekki alltaf verið á sama stað. Það er ekki margir eins heppnir og ég og hafa fengið að þjálfa saman liðið svona lengi eins og ég er búinn að þjálfa í Keflavík. Það er mjög sjaldgæft. Þannig jú, ég sló til og sá alls ekkert eftir því. Nei. Hvernig svona viðtökur fékkstu frá Keflvíkingum? Bæði þegar fréttirnar bárust og svo þegar þú ert mættur í græna pólóbólinn? Ég fekk bara fína viðtökur. Þú veist, þeir sem voru með einhverja aðra hugmyndi, þeir bara höfðu vitað að tala ekki um mig. En var þetta ekki tótt erfitt? Þú komin í grænt og svona allt í einu Keflingar eru hinum megin, þannig að bekkurinn hjá þeim hinum megin. Tók þetta stundum með eitthvað aðeins á? Nei, þegar maður til þess að vera faman í einhverju þá bara gera maður þess vel og maður getur og annað er bara ekki í myndinni. Meðan ég var að þjálfa Njarðvík þá var ég bara þar og það var bara allt sem ég reyndi að gera eins vel og ég gat. Ekkert eitthvað tilfinningabull? Nei, ekki þessu. Það þýðir ekki neitt. Þýðir ekki körfuboltanum? Nei. Það kemur kannski seinna. KR-ingar náttúrulega eru besta lið landsins núna undanfarin 3 ár og góðri leiði núna með að landa enn einum titlinum. Þeir kalla sig stórveldi. En í þínum huga, er Keflavík alltaf stórveldi? Já, verða það. En þó sé náttúrulega KR búinn að vera með frábær lið núna síðustu 3 ár og þetta er 4. árið og eins og ég segi það er ólíklegt vinningi. En fyrir mér er þá Keflavík stóra lið.